Ég heiti Eyjólfur Eyjólfsson, er tónlistarmaður, söngvari og þjóðfræðingur og það er mjög skemmtilegt og gefandi að koma hingað og fá að deila með ykkur því sem ég hef verið að rannsaka og vinna að með tónlistararfinn og sérstaklega því sem viðkemur langspilinu. Og varðandi sjálfbærni þá horfir sjálfbærni þannig við mér að við erum umkringd svo miklum efniviði sem við getum notað á svo skapandi hátt. Þannig að sjálfbærni finnst mér ekki einungis að búa í jafnvægi við náttúruna. Heldur finnst mér mikilvægt að líta til nær umhverfis eftir efni og fagurfræði. Því fagurfræði er líka eitthvað sem við getum horft til bæði í náttúrunni og í menningararfinu. Þannig að ég held að sjálfbærni snúi líka að þessum þáttum og þannig tengist í rauninni sjálfbærni því sem ég er að gera með langspilið. Við erum að endurvinna menningararf og nota hann til nýsköpunar. Þannig að við erum ekki aðeins að nota efnivið eins og við getum gert hérna við úr skóginum, heldur þetta líka hugvit og tækni sem er til staðar á hverjum stað, eins og ég hef verið að gera með Fab Lab, nýsköpunarmiðstöðinni á Selfossi. Og þetta með fagurfræðina finnst mér líka mjög spennandi vegna þess að fagurfræði er eitthvað sem við getum notað til að bæta lífsskilyrði á svo margan hátt. Þegar við lifum í takt við náttúruna þá er það líka hvernig við byggjum húsin okkar, hvernig við hönnum umhverfi og hvernig við eigum í samskiptum við umhverfi og hvert annað dag frá degi. Þannig að sjálfbærni er alveg ofboðslega víðfeðmt hugtak og getur í mínum huga snert á öllum flötum mannlegrar tilvistar. Ef ég útskýri betur hvernig langspil og sjálfbærni mætast, þá lít ég á það svo að langspilið minnir okkur á hvernig tónlistarneysla hefur breyst í gegnum aldirnar eða á síðustu 200–300 árum. Fyrir iðnbyltingar þá vorum við fyrst og fremst, þá sköpuðum okkur einn tónlist. Þá gekk þetta út á að spila og flytja og syngja og hvað sem það var, oftast í tengslum við þá vinnu til að auðvelda vinnu eins og í baðstofunni þegar rímnasöngur var og langspilsleikur. Þetta var gert samhliða vinnu. Þegar við síðan skoðum menningarneyslu í dag, þá erum við eins og ég sagði neytendur. Við berum ekkert endilega ábyrgð á okkar eigin neyslu. Það er að segja, við erum með öll þessi snjalltæki og alla þessa tækni og það er svo mikil ofgnótt af efni og við hlustum á tónlist og við horfum á efni sem er hlaðið inn á tækin, af algoritmum og þetta gengur og gengur og leið þá erum við orðin að söluvöru. Þannig að sjálfbærni er líka hluti af þessu í mínum huga og þegar við skoðum hlut eins og langspilið þá erum við minnt á þetta að það er hægt að búa sér til hljóðheim sem er nærandi, sem færir okkur aftur í tíma, fram í tíma
en fyrst og fremst þetta er núvitundartæki, myndi ég segja, og við hlustum og horfum á efni oft tiltölulega hugsunarlaust, en þegar við förum að taka ábyrgð á okkar eigin afþreyingarneyslu og afþreyingarsköpun, að þá held ég að það verður annað samband við sköpun, við afþreyingu. Og þess vegna finnst mér sjálfbærni líka vera hvernig við séum ekki alltaf neytendur afþreyingar, heldur við séum líka sköpun, að við sköpum okkar eigin afþreyingu. Og það finnst mér vera mjög mikilvægt að við áttum okkur á þessum þáttum. Þannig erum við svona að framkvæma smá anarkisma með því að hvíla okkur á neyslunni og taka ábyrgð á okkar eigin afþreyingu.